Við erum að rannsaka hvernig gervigreind kemur svona inn í okkar samfélag. Við erum að skoða þær hugmyndir og þær orðræður sem verða til þegar við förum að nota gervigreind í daglegu lífi. En við notum hljóðfæri og tónlist sem vettfang til þess að rannsaka þessar spurningar. Við erum að beita þessum tónlistatækjum til þess að skoða hugmyndir siðferði, höfundarétt, sköpun, atbeina hljóðfæra, og atbeina tækni, hvernig tækni hefur áhrif á okkar hugsun. Með þessu þá náttúrulega gerist það að skilningur fólks almennt á gervigreind eykst og við fáum betri orðræðu inn í samfélagið gervigreind og þær hættur og þau vandamál sem geta komið upp. Þegar maður fær Evrópustyrk þá það eins og vítamínsprauta í rauninni inn í allt heimið. Þetta eru viðurkenning, þetta gaman, þannig að þetta eykur gleðina og eykur afköst vísindafólksins sem vinnur hjá okkur. Verkefnið, Blóðskimur til bjargar, snýst í raun það að kanna ávinninga því að skima fyrir forstigi mergæxlis. Sjá hvort að bæta því við skimanir á borð við brjóstakrabbamein og leghálskrabbamein. Við erum nú þegar búin að endur skilgreina hluta af þessu forstigi mergæxlis. Við erum búin að sjá hversu algengt að vera með svokallað mallandi mergæxli og svo höfum við meðhöndlað 80 manns sem hafa greinst með mergæxli á forstigi og þannig komið í veg fyrir að þau þróist yfir í krabbameini sjálft. Verkefnið okkar snýst tækniþróun á sjónaugum. Þetta eru sjónaugar sem ætlað að varpa ljósi á sögu alheimsins. Þessum sjónaugum til dæmis ætlað að svara spurningum eins og hvernig getum við lýst eðlisfræðinni í fyrstu sekúndubötunum í sögu alheimsins. Hvernig getum við lýst stórgerð alheimsins, til dæmis hvernig verða fyrstu stjörnurnar til og hvernig verða fyrstu vetrarbrautirnar til. Ég er sannfærður að þessi fjárfesting skilir sér margfalt til baka. Við erum að þjálfa fólk sem að tekur þátt í hátækni iðnaði dagsins í dag og framtíðarinnar. Pælingar alheiminn veit okkur innblástur á ýmsa vegu. Verkefnið snýst að því að skoða algengi mismunandi áfalla sem að fólk getur orðið fyrir á lífsleiðinni og þau geta verið mjög ólík. En ekki síður snýst verkefnið að skoða hvaða áhrif þessi áfall hafa á líkamlega og andlega heilsu. Peningarnir eru mjög mikilvægir í rannsóknum, alveg gríðarlega og svona stór styrkur ekki síður og það ekki bara að við gerðum þessa rannsókn áfallasögu kvenna heldur, það verður svo margt til út frá henni. Aukið samstarf alþjóðlega, við gerðum líka rannsóknina líðan í COVID og upp úr því spratt mjög mikið alþjóðlegt samstarf sem var milli 7 landa og mjög virt. Klassísk líffræði snýst náttúrulega að skoða lífverur og hvernig þær hegða sér. Kringu 1950, kannski aðeins fyrr, þá fóru menn að greina mólekúlin sem eru inn í frumum og þá var þessi svokölluð sameinda líffræði til og raunverulega hægt og rólega safnaði saman upplýsingum alla komponentana sem að fruman samanstenst af. Og þessi komponentar kom allir saman og mynda þetta funksjónal stig og það það sem kerfislíffræði snýst Það geta reiknað það út, mælt ákveðnar stærðir og áttað að sjá því hvernig kerfi virkar í lifandi frumu. Hvort það virkar eðlilega eða hvort það komið í óeðlilega hegðun og leiðir kannski til sjúkdóms. Og þannig að það það sem þessi kerfislíffræði snýst Í framhaldi af því hægt að nota stærðfræði núna til að lýsa starfsemina á kerfinu. My study is about developing interventions in school that can help to reduce inequality when students choose the next educational level. Well, hopefully we'll develop tools that can be used in schools and by guidance counselors to help students make informed decisions, reduce inequalities so that their parental background doesn't matter so much when they make decisions. And ideally, because we do this in different countries, we also learn about, what works where. Ælisverkefnið það snýst það að rannsaka hvernig fólk breytir máli sín á lífsleiðinni og til þess að gera þetta þá að skoða íslenska þingmenn gegnum þeirra þingferil.
skoðum mörg þúsund ræður og tökum viðtöl við þingmennina. Eitt af því sem skiptir máli þegar við erum að skoða málbreytingar á lífsleiðinni það að við náum betri skilningi á því hvernig svona heilbrigð öldrun á sér stað í málinu. Og þetta skiptir máli fyrir til dæmis rannsóknir í heilbrigðisvísindum vegna þess að það alveg stórt svið núna að reyna að skilja hvernig óheilbrigð öldrun virkar. Málfólk breytist þegar það fær sjúkdóma eins og Alzheimer og það getur verið hluti af greiningaferli í slíkum sjúkdómum að skoða hvernig mál þeirra breytist. En til þess að svoleiðis rannsóknir á óheilbrigðri öldrun virki almennilega þá þurfum við náttúrulega að skilja vel hvernig heilbrigð öldrun virka til samanburðar. Rannsóknin mín snýst umritunarhætti sem að spila mjög sérhæft hlutverk í frumum manna við að opna aðgengi að genaupplýsingum. Og þessi prótein hafa verið notuð til þess að breyta einni frum í aðra, til dæmis að breyta stoppfrumum í hjartafrumur eða lifrarfrumur. Ef við getum haft góða stjórn af því að breyta einni frum í aðra og geta búið til stoppfrumur að vild, þá mun þetta spila gríðarlega stóran sess í læknisfræði framtíðarinnar.